Nú mánuður liðinn frá því fyrstu fréttir bárust af því að ungur aðgerðarsinni Haukur Hilmarsson væri horfinn í Afrín-héraði í Sýrlandi þar sem hann hafði barist með hersveitum Kúrda. Fullyrt hefur verið að hann hafi fallið í bardaga við tyrkneska herinn en enn hefur ekki verið hægt að fullyrða með vissu örlög hans en Haukur hefur farið leiðir í lífinu sem ekki algengt að ungt fólk á Íslandi fari. En hér á eftir fáum við Evu Hauksdóttur móður hans til okkar til að ræða pólitíkina hans og hvað sem hann stóð fyrir og leit hennar að sannleikanum hvað kom fyrir hann. En við byrjum á Evu Hauksdóttur, velkomin til okkar. Takk. Eva, það kannski áður en við höldum lengra að byrja kannski á bara hvernig staðan núna. Hvað veistu núna sem að þú vissir kannski ekki fyrir hálfum mánuði, 3 vikum svona ferðir Hauks? Við vitum ýmislegt ferðir Hauks sem við vissum ekki fyrir mánuði vegna þess að við höfum verið í samskiptum og nokkuð stöðugum samskiptum við menn sem voru með honum í Rakka og við vitum nokkurn veginn hvað hann var að gera fram að 1. febrúar. 1. febrúar hann sendur til Afrín, það heitir Badina, eitthvað svona lítið þorp fyrir utan Afrín og eftir það virðist bara enginn hafa séð hann. Við náum ekki samband við neitt sem hafði spurnir á honum eða neitt samband við hann eftir 1. febrúar. Já, en það sagt, þessi hreyfing sem hann að berjast með Kúrda, að þar hafa menn innan raða enga síður fullyrt að hann hafi fallið 24. febrúar í bardaga. Já, það ekki lóðstaðfest. Þeir segja hann hafi verið saknað eftir aðgerð. Þannig ekki hægt að fullyrða að maður sé fallinn, það auðvitað mesta líkur á því. Og þeirra vinnulag virðist vera þannig að þeir, ef einhver skila sér ekki eftir aðgerð, að þá bíða í 10 til 14 daga áður en að þeir bara sláði föstu að hann hafi fallið. Og það auðvitað eitthvað sem getur hafa gerst og ekkert ólíklegt, en það líka fullt af fólki í Afrín sem heldur því fram að hans hafi verið saknað fyrr. Og það bara ýmislegt sem gæti hafa gerst þarna. Við fáum ekki samband við einhverja sem voru með honum síðustu vikurnar. Þannig að við ennþá hrædd það að það hafi kannski eitthvað allt annað gerst og hann kunni jafnvel að vera á lífi. Það auðvitað bæði von og ótti, að hann sé á lífi kannski í höndum Tyrkja eða eitthvað. En bara stóra myndin þessi, við vitum ekki hvort Haukur lífs eða liðinn og það mjög erfitt að fá staðfestingu á því ef ekkert lík. Já. Og það hefur ekkert lík fundist. Nei, og það einmitt sem þekkt þarna að það eru teknir menn til fanga báðum megin og síðan eru þessi fangar notaðir til að fanga skipta. En hefur einhvað heyrst frá tyrknesku stjórnvöldum sem markar á takandi, bæði þá í gegnum tilraunir íslenskra stjórnvalda til þess og ykkar sjálfra í fjölskyldunni? Ég hef ekki ennþá fengið að sjá þau gögn sem að utanríkisráðuneytið hefur aflað. Ég á að fá að sjá þau núna 9. Mér finnst þetta hafa tekið langan tíma. Þannig að ég ætla ekki fulllega að neita það hversu mikið mark sé á því takandi. En bara fyrir mína part að ég treysti Tyrkjum afskaplega illa til þess að koma bara með heiðarleg svör. Jafnvel þegar utanríkisráðuneytið hefur samband. Þannig að við erum samt svona skeptísk og hrædd. Og við erum bara að vona að annarkvort að þá skilji hann sér eða þá að finnist lík. Já. Ef við förum aðeins kannski að upphæfa málsins, vissir þú, móðir hans, að hann væri að fara í ferð þessa á sínu tíma þegar hann fer? Hvenær fer hann frá Íslandi? Hann var í Grikklandi. Var hann í Grikklandi fyrst? Já, og hann ætlaði greinilega að leyna okkur því hvað hann var að gera. Ég hefði gert allt sem mínu valdi hefði staðið til þess að koma í veg fyrir hann færi ef ég hefði vitað þetta. Og hann fer sem sagt frá Grikklandi í júlí, seinni part í júlí 2017 og það kemur langur tími, það sérst 11. september og þá hefur hann samband við okkur með tölvupósti og segist ekki verða í netsambandi í einhvern tíma vegna þess að hann sé færi eitthvað ferðalag en svo líður bara tíminn og það eru orðnar bara einhverjar 5-6 vikur sem hann hefur ekkert haft samband og þá vorum við mjög hrædd hann og fórum að leita að honum í Grikklandi og í þeirri leit þegar ég var bara svona að því komin að leita til utanríkisráðuneytisins og biðja að yrði lýst eftir honum að þá fæ ég upplýsingar það frá fólki sem hafa verið með honum í Grikklandi
að hann hafði farið til Sýrlands og gengið til liðs við hersveitir Kúrda. Og við náðum svo tölvupóstsambandi við hann fljótlega eftir það. En það sem er erfitt við þetta að við gátum ekki spurt hreint út vegna þess að Haukur hefur mjög miklar áhyggjur af eftirliti yfirvalda. Ég tala nú ekki þegar við erum að tala einhverja fasista eins og Tyrki. Þannig að það var aldrei hægt að spurja hann hreint út og ég var að vona að hann væri kannski að bara koma flóttamenn mundan í rústabjörgun eða eitthvað. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig svona andspyrnuhreyfingar skipuleggja sig en við vissum ekki einu sinni með hvað hreyfinga var. Þannig við vissum ekki alveg hvað hann var að gera, við vissum ekki hvar hann var og við gátum ekki spurt hreint út vegna þess að hann hefði lokað á okkur. Já, þannig að þið vissuð ekki eins og hann væri í Sýrlandi? Við fengum þessar upplýsingar að hann væri í Sýrlandi og hann sem staðfestir það ekki við ykkur? Nei, hann staðfestir aldrei neitt, hann segir bara þetta er ekki hættulegt á því haldið, ekki hafa áhyggjur, það allt rólegt í augnablikinu og eitthvað svoleiðis. Og hann fæst ekki til þess að segja neitt meira heldur en það og við gátum ekki notað orð eins og hernaður, vopnaburður, Sýrland, Rósjafa, við gátum ekki notað þessi orð. Hvernig vissuð að þið gátu það ekki? Ég þekki hann. Haukur er aðgerða sinni til margra ára og hann hefur farið afskaplega varlega í bæði tölvupóstssamskipti og símtöl. Það má ekki segja neitt sem að geti hugsanlega komið kveikt af hverju ljósum og bjöllum? Já, komið honum persónulega vandræði eða komið upp með einhverjar andspyrnuhreyfingar eða hvað það er. Þannig að þetta er búin að vera rosalega langur tími sem að við erum búin að vera svona svolítið í svolítið erfiðri aðstöðu og líka get ekki talað þetta við neitt. Af því að það gat vel verið að hann væri með einhverju hreyfingu sem er skilgreind sem hryðjuverkasamtök og það gat bara verið stórhættulegt að mjög margir vissu þetta. Hvað eru þið eftir þinn á e-mailsambandinu þarna við hann? Þá er væntanlega komið fram í lok október eða eitthvað slíkt eða í október. Hvað eru þið í nóvember? Nóvember sem náðum sambandi. Hvað eru þið í, þá þrátt fyrir allt þangað til að nú er algjör orðið hljótt, hvað eru þið í tíðum samskiptum við hann þangað til að það er bara algjör þögn? Það var misjans það komið þarna nokkri dagar í röð sem hann hefði kannski samband og svo gátu liðið 2-3 vikur á milli og maður er alltaf hræddur. En þetta hefur verið stopult netsamband og það er bara vegna þess að það hefur ekkert verið, hann hefur ekkert komist á net, sko. Nei. Og svo er þessi myndbönd sem hafa verið birt frá því í byrjun mars. Það eru myndböndi sem hann kemur fram sjálfur og lýsir því að hann sé að berjast með Kúrdum og hann var í Raqqa og hann virðist hafa átt þar mikla vegsemd vegna þess að hann er ekki rétt með hann verður liðsforingi þar, hann verður liðsforingi tekn og virðist að vera vinsæll í sínum hópu og þar lýsir hann sjálfur með eigin orðum hvað hann er að gera þarna, hvað þautum huga þinn þá þegar sú mynd blasti við? Ég náttúrulega hef fylgst afskaplega vel með Hauki og það er ekkert sem hann segir sem að kemur á óvart. Þetta er algjört glapræði og bara þeir sem vilja standa með einhverjum svona andspyrnuhreyfingum ekki fara þessa leið. Þetta er algjört glapræði en ég skil afskaplega vel það sem að Haukur var að hugsa. Það er í rauninni þrennt þarna sem að eru svona forsendurnar fyrir því að hann fer út í þetta. Hann útskýrir þarna í myndbandi, það er mjög slæmt hljóðið á því en við erum búin að skrifa það. Já, að hann útskýrir að hann vill standa með þessari samfélagsbyltingu sem hefur orðið þarna í Rósjafa. Hann talar að þetta sé eina alvöru tilraunin í Miðausturlöndum til þess að koma á lýðræði. Og þarna er verið að byggja upp samfélag sem hefur svona nokkuð marga og sterka snertifleti við hans anarkisma, þó þetta sé náttúrulega ekki beinlínis anarkismi, þá er þetta svona sá farvegur sem að hann sér að sé hægt að nota vegna þess að það er ekki hægt að búa til stórt samfélag á anarkískum forsendum. Og hann vil standa með því. Nú í öðru lagi þá er það sem að þarf ekkert að tala vegna þess að allir sem hafa haft eitthvað að Hauki að segja vita að það er þessi djúpstæða andúðans á fasisma og þá er alveg sama hvort að sá fasismi er maskaður sem stjórnmál eða trúmál, trúarbrögð. Hann vildi fara og standa upp í hárinu á þessu íslamska ríki og þessum fasistum sem voru þarna í Raqqa, síðan náttúrulega Tyrkir. Já. Og svo er það kemur fram þannig í þessu myndbandi að hann hefur verið upptekinn af byltingum og andspyrnuhreyfingum síðan hann var bara krakki og
það er náttúrulega þriðji fluttur sem tengir hérna 2. Þannig að það þetta þrennt og ég skil þetta afskaplega vel, en ég ekki sátt við þetta tiltæki hans, auðvitað ekki, og þetta ekki góð aðferð. Við töluðum oft það, sko ég tel að vopnuð andspyrna eigi algjörlega rétt á sér. En það að fara og standa með einhverju vopnaðri andspyrnuhreyfingu sem að maður ræður í rauninni ekkert við, það ekki gott, og hann fær þarna 2 vikna herþjálfun. Það var líka eitt af því sem að, sko, okkur fannst sem að róa okkur pínlítið. Við héldum að maður sem að, kann ekkert á byssu, hann kannski ekki settur í eitthvað mjög hættulegt. Við heldum að væri kannski þarna í miklu leiðindum bara að vakta eitthvað skotmark, og ég veit alveg að það stór hluti af starfi hermanna bara hundleiðilegt að vakta einhver skotmörk. En hann sem sagt eftir þessa litlu þjálfun að þá var hann bara liðsfangi. Þetta mér finnst þetta algjörlega surrealist. Þannig að þú segir eins og þú lýsir eins og að móðurhjarta þitt eða algjörlega bara hrópa nei ef hann hefði sagt við þig fyrirfram, mamma ég ætla að fara til Sýrlands og berjast með hersveitum Kúrda. Já, vegna þess að... Jafnvel þá þú skiljir málstað Kúrda, jafnvel á hann og allt það. Já, bara vegna þess að mér finnst þetta svo vonlaust. Eftir 2 vikna herþjálfun að ætla að fara eitthvað svona. Við töluðum oft þetta og ég hef alltaf sagt, sko, til þess að styðja svona andspyrnuhreyfingar þá þarf alþjóðlega samvinnu. Við þurfum að fara í gegnum alþjóðastofnanir og það þarf að beita þessu andskotans ríkisvaldi til þess að styðja fólk sem ofsótt. Og ég meina, hans var bara, já, sýnist þér það vera að gerast? Já. En ég meina, svo fer hann þarna út og hvernig fór það? En það ekki heldur að virka. Nei. Sko, hann auðvitað hefur alltaf, eins og þú segir, og lýst sér sem anarkista, og anarkistar hafa náttúrulega ekkert miklar dásemdir á ríkisvaldi yfirleitt og svo framvegis, en hann segir á einu stað í öðrum myndbandur sem ég horfði á með skosti að hann hafi í raun og veru svona skiptað þessum pól, að hann sjáu að anarkismin komist ekki nema takmarka langt og þar leðandi sé hann þarna í raun og veru orðin byltingasinni. Já, við erum náttúrulega búin að tala þetta fram og aftur, sko, bara gegnum árin, hvað hægt að gera með bara svona hreinræktuðum anarkisma. Þú byggir ekkert upp eitthvað rosalega stór samfélög á anarkískum forsendum. Það þarf að koma eitthvað meira til og við erum ekkert að fara að afskrifa ríkisvaldið. Það ekki verið að gerast á næstu áratugum, sko. Nei. Þannig að þarna að kannski komin að þeirra niðurstöðu að hans hugmyndir anarkisma virki ekki nema bara í frekar litlum hópum. Og þá það þessi konfederalismi sem verið að byggja upp þarna sem að kannski kemst næsti. Já. Ég veit að því við höfum rætt saman fyrir þennan þátt að þú varst meðal annars að reyna að ná sambandi við danska foreldra sem voru í sömu sporum og þú, þar sem að ungur Dani hafði farið svipaðar slóðir og við verið á sama tíma, einhver tíman, á sama stað og Haukur. Náðurðu sambandi við það fólk? Já, kannski þetta eitthvað aðeins misskilið þegar ég líka búin að vera í sambandi við foreldra sem að hafa mist sín börn einmitt í Sýrlandi. En þessi danski drengur sem að þú vísar til, ég komin í sambandi við bæði foreldra og hann sjálfan, hann á lífi og hann á leiðinu út úr Sýrlandi og hann var góður vinur Hauks. Hann var góður vinur Hauks? Já. Við erum búin að vera í sambandi við hann og fleiri félaga Hauks frá Raqqa. Þeir voru saman í Raqqa og þeim svo snúið við þegar þeir á leiðinni heim. Sko. Þeir eru lagðir af stað heim. Frá Raqqa? Já, þeir eru beðnir að koma og verja Afrín. Já. Og fyrir Tyrkjum. Og það... Og Haukur fyrir þangað kannski, en þessi danski vinnur hans hann fór líka þangað. Hann fór bara einhvern annan front og hann náttúrulega ekki liðsforingi, þannig að hann hefur ekki verið settur í eins mikla hættu. En hann á leiðinni heim og bara, hann ekki komin út úr Sýrlandi og maður vonar bara af öllu hjarta að hann og aðrir sem í þessum sporum komist heim til sín. Já. Þetta svona... Haukur náttúrulega, við þekkjum það sem hafa fylgst með honum í mótmælum, Kárahnjúkum og svo auðvitað í búsaldabyltingunni. Haukur kom mér fyrir sjónir þá í þessum hreyfingum sem var hér, að hann var mjög ákveðinn, en hann var líka mjög uppátækjasamur og hann gerði hluti sem voru tákgrænir í mótmælum, hlekkjaði sig við vinnuvélar á Kárahnjúkum, drógu bónusfánan á Alþingishúsinu og svo framvegis, en aldrei hélt maður að hann ætti einmitt þess að hernaðartau í sér, eitthvað sem væri hægt að kalla vopnað ofbeldi.
Sko... Það sem er að koma, er auðvelt kannski að freista ungra hugsanamanna og kvenna til þess að raun og veru að ganga of langt? Ég held ekki að nokkur maður hafi freistað hugsa þannig, hann ber fulla ábyrgð á þessu sjálfur. En það er rosalega auðvelt, þessi ungi Dani, 21 árs drengur, hann segir frá því bara í útvarpi, þannig að ég er ekki brjóta neitt trúna með því, hann bara skráir sig á Facebook og fer til Sýrlands og fær 2 vikna herþjálfun það farin að berjast við ISIS í Raqqa. Og hann meiri sig að ætlaði ekki í vopnuð átök sá strákur, hann ætlaði að fara, hann fór sko eftir að liðsmenn Íslamska ríkisins voru farnir frá Raqqa, hann ætlaði bara að taka þátt í uppbyggingu. En það þarf náttúrulega menn þurfa ekki að vara sig þannig að þeir fá herþjálfun. Eitt leiðir af öðru í honum? Já, eitt leiðir af öðru og sko Haukur var ekki undir neinu þannig áhrifavaldi að hann ber ekki fulla ábyrgð á sínum ákvörðunum. Og ég get ekki sagt að það komi mér beinlínis á óvart að hann hafi verið tilbúinn í vopnuð átök vegna þess að þó að hann hafi algjöra andúð á hernaði og árásastríði, þá hefur hann bara alveg frá því að hann var unglingur verið þeirra skoðunar að vopnuð andspyrna eigi rétt á sér og geti verið nauðsynleg. Og þegar alþjóðasamfélagið bregst, hver á þá að gera eitthvað í málinu? Honum ábýður það. Hvernig alþjóðasamfélagið hefur brugðist í Sýrlandi? Hvernig alþjóðasamfélagið hefur brugðist og bara hvað er að gerast núna á Íslandi? Af hverju er ekki ríkisstjórn Íslands búin að fordæma þetta árásastríð, þessa innrás Tyrkja í Afrín? Af hverju er íslenska ríkisstjórnin ekki að fordæma aðgerðir Ísraela á Gaza? Af hverju er leiðandi flokkur í ríkisstjórn, flokkur Vinstri grænna? Af hverju heyrist bara ekki bofs í honum? Flokkur sem að 2016 krafðist þess að ríkisstjórnin sem satt þá fordæmdi mannréttindabrot Tyrkja gagnvart Kúrdum. Af hverju heyrist ekki í þessu fólki? Tíminn er alveg rokin frá okkur með bara rétt að lokum, kannski 2 spurningar. Fyrst, var Hauki alveg frá bara nást í vöggugjöf gefið þessi ríka réttlætiskennd? Já. Hann bara nánast, leiðan fór að tala, þá kom það í ljós? Já. Hvaðan færa það? Færa hann á móður sinni? Nei. Nei. Ég held að sé takmarkað sem að foreldrar geta gert til þess að hafa áhrif á persónuleika og viðhorf barnanna sinna. Ég finna ef barnið þitt er byltinga sinni í hjarta sínu, þá kannski hefur áhrif að lesa Bróðir með ljónshjarta fyrir það, en ef það langflest börn lesa þá bók og fara samt ekki til Sýrlands. Þannig að, nei, ég held að þetta sé bara eitthvað sem við vitum ekki hvað að gera. Rétt bara blá lokum, hvað viltu sjá að það gerist næst í máli Hauks þannig að þú og þitt fólk fái frið í sálinni? Ég myndi helst vilja að íslensk yfirvöld, lögreglan og utanríkisráðuneytið stæði sig betur í því að afla upplýsinga, en ég geri mér ekki vonir það og núna er bara næsta skref að það er hópur sem er að kanna möguleikann á því að fara til Sýrlands og athuga þetta sjálfur og ég tek fram það er engin æðarstæði neinni geðveiki, það verður ekkert gert nema það sé öruggt og allt það, en það virðist vera næsta skref. Eva Hauksdóttir, þakka kærlega fyrir komuna til okkar. Við komumst ekki lengra með henni að þessu sinni en vonum eins og hún að það takist að komast í botns í því hvað varð Hauk.